No Borders voru að stríða þér fyrir að hafa breytt til dæmis sjónarmiðunum þínum í útlendingamálum en þú bara, skilurðu, horfir öðrum augum á þetta í dag. Það hefur náttúrulega bara, það eru örfá ár síðan, til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn var við völd og var að ráðast í reglugerðarbreytingar til þess að rýmka og ná betur utan tiltekna fjölskyldur hverra mál höfðu ratað í fjölmiðla. Voru að gera breytingar á útlendingalögum og reglugerðum útlendinga til rýmkunar. Það eru örfá ár síðan Miðflokkurinn studdi verulega rýmkun þegar kemur að dvalarleyfum á Alþingi til að liðka fyrir innflutningi á vinnuafli. Þannig að það er auðvitað bara ég held að viðhorfin hafi breyst svolítið hratt í pólitíkinni þegar kemur að útlendingamálum og sérstaklega þá vegna þeirra svona rekareiða stefnu sem gekk á undanförnum árum. En það er ekki bara Samfylkingin sem búin að breyta? Nei, ég meina það eru örfá ár síðan Miðflokkurinn studdi rýmkun á dvalarleyfum og örfá ár síðan Sjálfstæðisflokkurinn var að rýmka útlendingalögin. Þannig að ég held þetta er bara það sama og hefur gerst á hinum Norðurlöndunum að þegar það verður vart við svona ákveðið stjórnleysi í svona málaflokki þá vaknar fólk og þá vakna stjórnmálamenn og það skiptir máli samt að nálgast þetta af ábyrgð. Það veri ekki vitna til einhverja greinar sem ég skrifaði fyrir nokkur mánuðum. Ég meina það var nýbúið að taka kasólétta konu og fara með hana í 10 klukkustunda flug Kona frá Albaníu. En þú veist, það skiptir máli að gera hlutina vel að nálgast hlutina af festu en leið af ákveðinni mannúð og það er eitthvað sem við stöndum við og Þorbjörg Sigríður er náttúrulega að lyfta grettistaki með 5 frumvörp núna inn á þingi með frábæra skýrslu þar sem er rakið einmitt bara hvernig hefur verið ólag á þessu dvalarleyfiskerfi og hún er að fara að vinda ofan af þessum breytingum sem voru gerðar á síðasta kjörtímabili með stuðningi okkar. Þannig að og ég treysti og hún er búin að gera, mér finnst hún nálgast þessi mál mjög vel og af ábyrgð. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.